Komið sæl og verið velkomin í sérstaka ungmenna útgáfu Suðurnesja magasíns. Í þætti vikunar eru ungmenni úr Fjörheimum og 88 húsinu í Reykjanesbæ með sviðið. Þau gerðu 6 glæsileg innslög í tilefni barna- og ungmenna hátíðar í bæjarfélaginu. Við byrjum með Sóleyju Halldórsdóttur en hún fór og kynnti sér glæsilega nýja aðstöðu í Sundmiðstöðinni í Reykjanesbæ. Margir bæjarbúar biðu með eftirvæntingu eftir opnun á nýrri aðstöðu Sundmiðstöðvar Reykjanesbæjar en framkvæmdir hafa staðið yfir síðustu ár. Aðsóknin hefur verið mjög góð og er fólk almennt ánægt með breytingarnar. Við fórum og skoðum nýja og endurbætta aðstöðu. Já, við skemmtum okkur alveg konunglega og okkur fannst breytingarnar alveg frábærar. En við töluðum við Birgir Möller, sundlaugarvörð, til að komast að því hvað fólki finnst almennt nýjungarnar. Hvaða breytingar voru gerðar á sundlauginni nýlega? Það helstu breytingarnir sem voru að við náttúrulega komið tvöfalda risastóra rennubraut, sem 11 metrar háð eitthvað svoleiðis. Og svo erum við með, var gamla gufan rifin og komin að 2 nýjar, bæði vatnsgufa og þurrgufa. Og svo eru komið 3 potta, 2 heitapotta, svona stóra, annar svolítið fjölskyldubottur og hinn legupottur, eins og svipað og hérna fyrir. Og svo náttúrulega ísbað. Þetta eru og plúsa og eru komnir útiklefar sem að fólk getur terrað sig til sturtuna og þar eru snagar meðal annars sem fólk getur hengt hanglaði sitt líka. Já, þetta er svona helsta. Hvernig er fólk að taka í breytingarnar? Bara rosalega vel. Náttúrulega þessi rennubraut sem við erum með, það er náttúrulega bara búin að draga rosalega mikið af fólki hingað og náttúrulega krakkarnir elska þetta og ekki síður fullorðnir sko. Þeir eru nú að taka sína ferðir hérna og fólk er bara almennt að taka rosalega vel í þessar breytingar því að þetta er náttúrulega, ekkert svona sama svæðið og þetta var. Þetta er eiginlega búið að stækka svo til helming. Hvernig er aðsóknin núna? Hún er bara mjög góð og er búin að vera þrátt fyrir að COVID stopp annað og náttúrulega búið að vera að aukast á milli manna og til að mynda bara eins og í dag þá þurftum við að loka á tímabili og hleypa inn í hollum því að það var bara fullt hjá okkur þannig að já, fólk er að koma alls staðar að og mikið úr bænum líka þannig að það er bara gaman að því. Hvað er vinsælast eftir breytingarnar? Vinsælast? Það er náttúrulega langt vinsælast er náttúrulega rennubrautin. Hún er náttúrulega í miklu uppáhaldi og mikið fjör og mikið gaman og fólk er náttúrulega bara mjög ánægt líka með 2 tegundir af gufum og svo sjálfsögur náttúrulega ísbæði. Og það er náttúrulega strax plús fyrir fólk að geta tekið sólina strax á morgnana með nýju pottunum sem er hinum megin. Þannig að ég held að segja raun og veru bara allt sem hefur verið gert. Grunnskólar í Reykjanesbæ hafa verið sigursælir í skólahreysti síðustu ár. Undankeppnin var haldin í vikunni en lið skólanna hafa unnið hörðum höndum við að búa sig undir keppnina. Við hittum liðin og spurðum þau út í undirbúning þeirra. Hvað heitið þið og hvað skóla eruð þið í? Ég heiti Júlía Björg Thorarinsson og er í Akurskóla. Ég heiti Brynjar Davíð Friðsson og ég er í Akurskóla. Ég heiti Emma Jónsdóttir og er í Heiðaskóla. Ég heiti Katrín Hólm Gísladóttir og ég er í Heiðaskóla. Ég heiti Gunnar Ragnarsson og ég er í Stafholtsskóla. Særún Ingarsdóttir. Kristján Fannar Ingvarsson og við erum í Holtsskóla. Hvað eru þið búin að vera að gera til að undirbúa ykkur fyrir keppnina? Við erum búin að vera rosalega duglega að taka aukaæfingar eins og í næstinu. Þá ferum við alltaf að tökum æfingar og erum mjög duglega að fara út að hlaupa. Stundum tökum við líka bara heim með okkur, bara sípmanda og sípa og alltaf. Við erum búin að vera á fullu bara að æfa okkur. Bara tökum fullt af aukaæfingum og já. Ég er búin að vera að gera dýfur og uppbyggingar annað hvern dag í svona 2 mánuði. Við erum búin að æfa okkur vikulega og við erum líka búin að fá fyrirverandi
skólaverslunarkeppnendur að koma og hjálpa ykkur með tækni og hreyfingar. Já. Hvað einkennir ykkar lið? Það sem kannski einkennir okkar lið mest að við erum rosalega jákvæð og við viljum alltaf gera það besta sem við getum. Við erum bara glöð að vera þarna og skiptir ekki máli hvað sæti við erum í. Við erum bara sjúklega skemmtilegt og flippað lið, sko. Já. Við erum mjög jákvæð og dugleg og við hlökkum mjög mikið til að keppa í hönd Stafaskóla. Góður félagsskapur og líka mikill keppnisskapur sem hjálpar mjög mikið. Við þekkjumst líka þetta þannig að við erum ekkert feimin og við getum alveg talað saman. COVID hefur haft mikil áhrif á líf okkar og því spurðum við krakkana hvort þetta hefði einhver áhrif á undirbúning þeirra. Hvernig er COVID búið að hafa áhrif á undirbúningin? Ekkert eitthvað sérstaklega mikið. Við erum búin að bara taka áhaldið með okkur heim og æfa okkur bara sérstaklega mikið heima þá í staðinn. Já, bara það sem hún segir. Við hefum fengið bara fullt af heimaæfingum sendar af Helenu, íþróttakennarinn okkar. Og já, tökum bara fullt af æfingum heima. Eiginlega engin áhrif. Ekkert mikil en við erum búin að gera bara svona æfingar heima, styrktaræfingar, armbaugur, hnébaugur og hlaupa og eitthvað. Já, við förum líka skólaverslunarvöllum við getum. Hver er ykkar stærsti keppinautur og af hverju? Góð spurning. Njarðvíkurskóli. Því enginn vill Njarðvíkurskóli vinni. Já, alveg sammála því. Akurskóli. Við erum vinkonur þar sem við viljum ekki tapa á móti. Já. Akurskóli út af því að ég var þar í 1. til 8. bekk. Ég vil segja Heiðarskóli út að það er bara svona nágrannasta dagur. Já, við líka töpum á móti með fyrra með 1 stig þannig að við viljum helst vinna þér núna. Vinnuskólinn býður upp á fjölbreytt sumarstörf fyrir ungmenni Reykjanesbæjar. Hefðbundin bæjarvinna, skapandi smiðjur og listaskólastörf eru meðal þess sem Vinnuskólinn býður upp á í sumar. Fannar Gíslason, yfirflokksstjóri hjá Vinnuskólanum, segir sumarstörfin vera skemmtilegt vinnuumhverfi og góður undirbúningur fyrir vinnumarkaðinn. Við ræddum við hann fyrirkomulagið í sumar. Segðu mér Fannar, hvað býður Vinnuskólinn upp á fyrir ungmenni í sumar? Við bjóðum upp á bara frábæra útivinnu, fyrst og fremst. Svona smá smjörþefurinn af vinnumarkaðinum fyrir krakka, sem eru á aldrinum 14 til 17 ára og skemmtilegan félagsskap ofan á það. Það er bara rosalega mikið skemmtilegt við bæjarvinnuna. Vinnuskólinn býður upp á þann möguleika að ungmenni geta mætt í vinnu þegar þeim hentar. Við spurðum Fannar nánar til þetta fyrirkomulag. Sem sagt, tímarnir eru þannig að þú ert að klára x marga tíma í sumar en þú getur gert það á þeim tíma sem henta þér. Til dæmis, ef þú þarft frí eða eitthvað, þá hefur þú nægilega mikið svigrúm til þess að klára tímana. Nú er þetta ekki fyrsta sumari sem þú vinnur í Vinnuskólanum. Hvað er svona skemmtilegasta við Vinnuskólan? Ég er nú búinn að vera, þetta er 3. sumarið mitt og ég er alltaf jafn spenntur að koma aftur. Þetta er bara frábær félagsskapur, skemmtilegt vinnuumhverfi og bara svo mikið ofan á það. Ég mæli bara eindregið með þessu. Talandi skemmtilegt vinnuumhverfi, Fjörheimar í samstarfi við Vinnuskólann býður upp á skapandi smiðjur fyrir ungt fólk sem er skráð í Vinnuskólann. Segðu mér Róbó, hvað bjóða Fjörheimar upp á fyrir vinnuskólakrakkana í sumar? Já, góð spurning. Við í fyrsta skipti ætlum að bjóða upp á skapandi smiðjur fyrir vinnuskólakrakka í sumar og þá sem hafa áhuga á. Við ætlum að vera með 2 smiðjur, eina listasmiðju og eina viðburðasmiðju. Ég og hún Telma verðum með viðburðasmiðju sem er sett upp þannig að krakkarnir fá tækifæri til að spreyta sig á að halda alls konar viðburði í sumar fyrir alls konar aðila. Og svo verður listasmiðja sem hann Ómar verður með hjá okkur og einhver annar starfsmaður. Og þá verða þau að spreyta sig á alls konar listformum, mála, kannski að gera alls konar veggi í sumar. Og við vildum líka gera eitthvað fyrir markhópinn okkar á sumrin. Höfum ekki verið að gera mikið til þessa, en núna er þetta bara frábært tækifæri fyrir öll ungmenni í 8. til 10. bekk að koma hingað og vinna í sumar. Hvenær byrja þessar smiðjur? Já, fyrsta tímabil byrjar 14. júní, viku áður en að garðyrkjudeildin byrjar og stendur í 3 vikur og svo byrjum við á öðru tímabili fyrir aðra krakka 12. júlí og stendur síðan aftur í 3 vikur. Hvernig verður eiginlega fyrirkomulagið? Klára ungmennin tímana sína í smiðjunum? Það er allur gangur á því. 8. bekkurinn hefur færri tíma en 9. og 10. og þau klára þar af leiðandi alla sína tíma hjá okkur í smiðjunum.
En 9. og 10. bekkur, þau hafa fleiri tíma og geta þar að leiðandi ákveðið að vinna í garðyrkjudeildinni með smiðunum, þess að eftir að smiðunum eru loknar eða þau eru búið með þá tíma og geta þar að leiðandi klára tímabilið sitt þar. Hvað hlakkar þú mest til varðandi sumarið? Það margt. Ég hlakka til dæmis að sjá hvað öflug ungmenni eins og þið í ungverkarfættum gerið í viðburðarsmiðunum og í listasmiðunum og hvað kemur úr því. Ég hlakka líka rosa til að sé bara komið sumar og að veðrið sé gott og fara í sund og bara ýmislegt sko. Barna- og ungmennahátíð Reykjanesbæjar verður haldin í 15. skiptið dagana 7. til 24. maí. Hátíðin fékk nýtt nafn í ár en ber hún nú nafnið Baun. Hátíðin samanstendur af ýmsum viðburðum fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur allan bæ. Við kíktum á menningarfulltrúa Reykjanesbæjar til að forvitnast meira hátíðina. Við erum komin hér með Guðlaugu Maríu Lewis, menningarfulltrúa Reykjanesbæjar. Sæl Guðlaug, segðu mér, hvað barna- og ungmennahátíðin og af hverju er hún haldin? Já, barna- og ungmennahátíð er hátíð sem að Reykjanesbær heldur fyrir börn og fjölskyldur og hugmyndin er að vinna með börnum og gera þeirra sköpun svolítið hátt undir höfði. Við erum að vinna með öllum leikskólum og öllum grunnskólum bæjarins í að búa til sérstaklega listahátíð og svo erum við líka með fókusinn á að eiginlega benda fólki á hvað margt er í boði fyrir börn og fjölskyldur í Reykjanesbæ og draga það svolítið fram og fá fólk til að fara út saman án þess að borga krónu og gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni sinni. Í ár hefur þurft að breyta mörgu vegna COVID-19 en verður þó samt margt annað í boði. Það er á meðal þrautabraut við Njarðvíkurskóga, skessuskokk og viðburði á streymisveitum. Það verður alveg ótal margt. Við þurftum núna, það sem hefur svona stóra verkefni okkar á hátíðinni er listahátíð barna, þar sem að öll börnin sína í Dúsfossunum og hæfileikahátíð grunnskólan í Stapa, þar sem er sýnt svona úrvalsatriði frá öllum grunnskólanum. Það hefur verið svona 2 risastór verkefni þar sem rosalega margir að vinna saman og síðan höfum við alltaf haft svona fjölskyldudag á þessu svæði við Dúshúsin en núna bara fyrir páska þegar kom meiri lokun þá þurftum við bara að gera eitthvað nýtt, breyta plan og núna verður þá í rauninni dagskráin þannig við setjum upp listahátíð barna, við ætlum að streyma hæfileikahátíðinni úr Stapanum og síðan ætlum við að gefa út svona baunabréf sem er svona lítil bók sem verður dreift í alla leikskóla og grunnskóla með alls konar verkefnum fyrir fjölskyldur til að fara saman bæinn og leysa alls konar verkefni. Og svo getur það fengið stimpil í bréfið sitt eða svara spurningum og svo þegar fólk er búið að fylla út, þá getur það skila inn bréfinu og lenda í potti og fengið verðlaun. En hvað eru þið spenntust fyrir? Það er bara mjög góð spurning, það er eiginlega ótal margt. Ég til dæmis er mjög spennt fyrir þessu verkefni sem þið eruð að gera að fá ungmenni til að taka búa til sjónvarpsfréttir. Það finnst mér vera að fara aðeins á næsta stig, að vera með skapandi verkefni fyrir ungmenni. Og svo finnst mér listahátíðin sjálf, þar að segja stóra sýningi sem settir upp í Dúshúsunum og hæfileikahátíðinni í Stapanum líka vera alveg gríðarlega flott verkefni. Og svo finnst mér bara mjög skemmtilegt hvernig fjörheimar að koma inn með frábær verkefni fyrir ungmennin og meðal annars sá ég hjólabretti og list þar sem að þú getur komið hjólabrettið og málað á það og æfti á brettið og alls konar skapandi og skemmtileg verkefni. Þannig að það er ótal margt. Takk fyrir þetta. Björgunarsveitin Suðurnes hefur unnið hörðum höndum síðustu mánuði en sveitin hefur varið meira en 2000 klukkustundum við eldgosið í Geldingadölum. Erla Dur, ritari björgunarsveitarinnar, hefur verið í sveitinni í það bil 7 ár. Við spjölluðum við hana hennar reynslu og starfið í heild. Erla, hvað ert þú búin að vera lengi í björgunarsveitinni? Ég er búin að vera í björgunarsveitinni síðan 2014. Er búið að vera meira álag á ykkur vegna eldgossins? Já, það er búið að vera meira álag á okkur núna vegna eldgossins. Það má segja það, en það erum við búin að eyða rúmlega 2000 klukkustundum í gæslu síðan eldgossið byrjaði. Hvað myndið þú segja að björgunarsveitin Suðurnes sérhæfi sig í? Við sérhæfum okkur í sjó og sjóbjörgun, bæði með bátum og með köfurum og svo erum við líka sérhæfð í fyrstu hjálp. Hvað er svona skrítnasta sem að þú hefur upplifað í björgunarsveitinni? Ætli það sé ekki að vera kölluð í óveðursútkall í
góðviðri og þegar var nánast alveg logn. Það var þak að fjúka sem reyndist síðan ekkert endilega vera neitt að fjúka, en það var alveg heiðskírt og sólskinn og 2 metrar á sekundi, en við auðvitað fórum á staðinn og hjálpuðum til. Björgunarsveitin býður einnig upp á unglingadeild fyrir ungmenni. Ragnheiður Alma, umsjónarmaður unglingadeildarinnar, segir tækifærin vera mörg fyrir ungmenni sem vilja leggja sitt af mörkum. Við erum með unglingadeildina sem er raunin fyrir 9. og 10. bekk og við tökum alltaf í nýja hópa haustinn og þetta er 2 ára prógram, en 10. bekkur getur byrjað og fyllt sínum aldurshópi, þannig að þú þarft ekki að vera bæði í 9. og 10. bekk. Síðan er fyrir framhaldsskóla að þá er nýlega starfið sem er raunin undirbúningu fyrir björgunarsveitarstarf. Þá ertu í rauninni í þjálfun og færð að taka meiri þátt í svona flokkastarfi innan hús. Hvað finnst þér verið það skemmtilegasta við að vera í björgunarsveitinni? Mér finnst unglingastarfi bara það skemmtilegasta sem ég geri. Þetta er bara, á hverju ári fáum við hóp sem við teljum vera skemmtilegasta hóp sem við höfum fengið. Og það er búið að vera þannig síðan að ég byrjaði sem umsjónarmaður 2013. Þannig að ég myndi segja að unglingastarfi 50. er það skemmtilegast að við að vera í björgunarsveitinni. Hvernig getur maður byrjað í unglingastarfinu? Bara mæta haustinn. Fyrsti fundur er eiginlega alltaf 5. dag eftir ljósanótt. Við byrjum eftir ljósanótt af því að þá er rauninni okkar starf að byrja. Það miðast ekki við skólana, en við erum í samning við flesta skóla í Reykjanesbæ, þannig að í 9. og 10. bekk geta flestir krakkar valið að vera með unglingadeildina sem val, sem hefur verið mjög vinsælt. En bara að mæta. Það er eiginlega bara lykilatriði. Rafíþróttir eru búin að ná miklum vinsældum hér á landi síðastliðin ár. Alexander Aron Hannesson, yfirþjálfari rafíþróttadeildar Keflavíkur, segir áhugann og metnaðinn verða sífellt meiri. Við tölum við Alexander og spurðum hann út í tækifæri innan rafíþrótta fyrir ungt fólk í Reykjanesbæ. Segðu mér Lexi, hvað er Rafvík? Rafvík stendur fyrir Rafíþróttadeild Keflavíkur og er ætluð ungmennum á Suðurnesjum sem hafa áhuga á rafíþróttum og vilja bæta sig í þessum leikjum og einnig bara gott félagslíf. Fyrir hvernig þjónustan? Hvaða aldur er? Við erum í dag að vinna með 8 til 16 ára. Það eru aldurinn sem við erum að bjóða upp á æfingum, en auðvitað er Rafvík opið fyrir öllum. Við höfum oft verið að fá spurningar og að bæði að fá afnóta af salnum okkar, frá aðstöðun okkar og síðan er oft verið að, eins og núna í framhaldinu, þá er verið að tala að eftir sumarið, þá erum við að vera með valáfanga fyrir grunnskólana. Það verður í boði þá og það hafa nú þegar 2 eða 3 grunnskólar á Suðurnesjum sem haft samband við okkur. Þannig að það er bara hellingstækifæri í boði í þessu. Eru margir að taka þátt í Rafvík? Já, í dag erum við með 55 iðkendur og í framhaldinu, bara núna beint eftir sumar þegar næst tímabil byrjar, þá skilst mér að sé að fara að bætast töluvert í þá tölu. Finnst þér rafíþróttir vera stærri eða algengari? Já, ekki spurning. Í dag bara, maður hefur tekið sjálfur eftir þessu eftir að maður kom inn í þetta allt saman, að þetta er að stækka með hverjum deginum og þeir eru að leggja því líka metnað í þetta hjá RÍSI sem er Rafíþróttasamband Íslands. Þannig að mamma mín hefur aldrei nokkurn tímann getað fylgst með töluleikjum eða þola að ég að bróður minn sem spila þetta. En hún fylgist nú með alltaf þegar ég er að keppa í FIFA og alltaf dæma. Hún hefur fylgst með hverjum einasta leik og er alltaf voða spennt fyrir þessu. Þannig að ég held að metnaðurinn og áhuginn af fólki sé meira að koma upp bara með tímanum. Rafvík hefur upp á margt að bjóða, en deildin býður upp á skemmtilegt námskeið fyrir ungmenni í sumar. Við verðum með sumarnámskeið í sumar og þar verðum við með 8 til 10 ára aldurinn fyrir hádegi og 11 til 13 ára eftir hádegi. Við verðum frá 9 til 12 og 1 til 4 á daginn og það verður alla virkadaga þar sem þetta verða 2 vikna námskeið í senn og í lok hvers námskeiðs þá gerum við eitthvað skemmtilegt saman og höldum einhverja veislur, pítsaveislur eða fyrir saman í bakari, eitthvað svona skemmtilegt og það verður mjög vítt einhvern veginn. Það verður farið út í leiki, það verður nýtt veðrið og bara allt mögulegt í raun og veru, þannig að það verður hellingur í boði þá. Já, þetta voru skemmtileg innslög frá ungmennum úr Reykjanesbæ. En við verðum aftur á ferðinni með Suðurnesja Magasín í næstu viku, en þá líka á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Við þökkum frá okkur, verið sæl.